Komið þið sæl og ég bjóða ykkur velkomin í þriðja skipti á fjárfestakynningu VÍS fyrir 6 mánuðina 2020. Nú, helstu tíðindin í fjórðungnum eru tilgreind hér. Það var mjög góður árangur í fjárfestingum, bæði tekjum og ávöxtun og þetta er besti fjórðungur frá skráningu félagsins. Ávöxtunin var góð í öllum eignaflokkum, að undanskildum hlutabréfum, óskráðum hlutabréfum sem eru virðislækkun í félögum einkum tengt ferðageiranum. Nú, tjónatíðnin var jákvæð að mörgu leyti í fjórðungnum en afkoma litast dálítið af stærri tjónum og einnig í svona erlendu endurringunum sem hafa töluverð áhrif á þennan fjórðung og ég kem betur að því seinna en áhrif á samsetta hlutfallið er 5,1%. Nú, við höfum verið að vinna því hvernig við getum breytt því hvernig tryggingar virka og við höfum verið að vinna að byltingarkenndri vöruþróun sem við köllum ökuvísi, kemur nánar að því á eftir, en þar erum við að vinna því að viðskiptavinir hafa áhrif á því hvað þeir borga fyrir sínar ökutækjatryggingar og markmið okkar þar er, eins og í öllum öðrum tryggingum hjá okkur, er að okkar viðskiptavinir lendi sjaldnar í tjónum. Nú, líktölurnar fyrir fjórðunginn eru tilgreindar hér. Veiðigjöldin eru rúmlega 5,6 milljarðar sem er á sama stað og fyrir ári síðan sem er ákveðin varnarsigur í ljósi þess að veiðigjöld hafa aðeins dregist saman í kjölfar COVID í ferðageiranum en einnig að við höfum verið að draga úr erlendu endringunum. Afkoman í fjórðungnum einkar góð og samsett hlutfall 103% voru saman við 93% á sama tíma í fyrra en sá fjórðungur var einkar hagfelldur. Ávöxtun fjáreignar 4,4%, mjög gott, voru saman við 4,2% á sama fjórðungi í fyrra sem þá var besti fjórðungur félagsins. Arðsemi fjár 6,7% og gjaldþolshlutfall sterkt 1,57. 6 mánuðirnir eru litaðir af uppgjöri fyrsta ársfjórðungs sem að eins og framkom þar litast dálítið af því að við vorum að styrkja tjónaskuld og vinna dálítið í starfseminni, tryggingastarfseminni þar. Þannig afkoman er neikvæð 1 milljarð en iðgjöldin er á pari við það sem var á sama tíma í fyrra og samsetta hlutfall 114 fyrir 6 mánuðina fóru saman við 96% á sama tíma í fyrra. Og horfandi á rekstrarreikninginn, þá sjáum við þarna iðgjöldin, þau eru á sama stað. Fjárfestingartekjur fyrir fjórðunginn góðar en betri á sama tíma í fyrra við sama tíma í fyrra er náttúrulega 6 mánuðirnir í fyrra betri vegna neikvæðrar ávöxtunar á fyrsta fjórðungi. Tjón tímabilsins fyrir fjórðunginn litast dálítið af þessum erlendu endringum, ég kem að því á eftir, og meðan að fyrir árið litast það af því að uppgjörið varðandi styrkingu tjónaskuldar var sett inn í fyrsta ársfjórðung. Nú bendum við sérstaklega á þessa tæknilegur vaxta- og gengisbreytingar vátryggingarskuldar liðin sem kemur þarna inn. Við fórum vel yfir á síðasta fundi og kemur inn í uppgjörið en þar er verið að taka út úr samsetta hlutfallinu áhrif þessa á tjónaskuldina. Og rekstrarkostnaðurinn er í krónum á sama stað og í fyrra en við sjáum það að kostnaður hlutfallið er hærra borið saman við tímabilið í fyrra og það er vegna þess að leiðbeinandi tilmæli FME hvernig kostnaður skipt milli fjárfestinga og tryggingarekstrar hefur verið breytt og borið saman við samtíðinu fyrra hefur það áhrif að 1,20–1,25% hækkun á kostnaðarhlutfall á tryggingarnar vegna þess að það var að færa minna yfir á fjárfestingastarfsemina. Þannig að það skýrir mismuninn í hlutfallinu en krónutalan er svo sama og í takt við þær áætlanir sem við vorum með í upphafi árs. Þróun iðgjalda fjórðungsins eins og áðan var í rauninni bara góð í ljósi þeirra ástæðna sem hafa verið og er á pari við það sem var í fyrra. Við sjáum eilítinn vöxt í skatttryggingunum, líftryggingunum er fínn vöxtur en við sjáum þarna að það var að draga úr erlendu endringunum og eins og fram hefur komið þá ákváðum við á síðasta ári, lok síðasta árs að hætta í þeirri starfsemi en eins og með aðrar tryggingar þá er það þannig að ef áætlanir tekin
til dæmis í nóvember eða desember, að þá teygist tímabilið yfir á þetta ár. Þannig að þó við höfum ákveðið að hætta þarna áramótin, þá ekki þar með sagt að það dragi úr öllum iðgjöldum á þessu ári og við væntum þess að það séu svona 400–450 milljónir sem komi inn á þetta ár. Og þessum ársfjórðungi gerir það 240 milljónir. Nú, við tilgreinum þarna hlutfall ferðaþjónustu í stofni, það er 6% og þar er meirihlutinn tengdur bílaleigum og þar hefur í þessum ársfjórðungi iðgjöld lækkað. Það ber þó að hafa í huga að í okkar rekstri, í tryggingarekstrinum þannig að ef að iðgjöld lækka, þá er það vegna þess að aðilar eru að hætta með tryggingarnar eða draga úr tryggingunum. Þannig að þó að það verði iðgjaldslækkun þá lækkar tjón leið að sama skapi. Þannig að en svona til þess að horfa á þessar tölur í okkar reikningi þá er það 6% af heildariðgjöldum og áhrif í þessu fjórðungi er svona 200–250 milljónir og það má gera ráð fyrir því að það verði eitthvað álíka inn í komandi fjórðung sem núna hefjast. Nú, tjónin, eins og við komum kannski inn á áðan, þau eru svona lituð af kannski þrennu sem okkur langar að leggja sérstaka áherslu á. Og það er kannski fyrst frá því að segja þarna neðri myndin, þar sem við erum að sýna tjónshlutfall, hún er öðruvísi en við höfum sett hana fram áður. Áður vorum við að bera saman við sama fjórðung á síðasta ári og það voru allar þessar prósentölur í rauninni hvernig var fjórðungur núna, betri eða verri en fjórðungurinn í fyrra og það var einhvern veginn þannig þegar við vorum að tala þá mynd að þá þurfti maður alltaf að skírskota til fjórðungsins fyrra, hvort hann var góður eða ekki góður og þar með segja hvort þetta var gott eða ekki gott. Þannig að við erum að breyta framsetningunni og horfa dálítið á bara þennan fjórðung. Þannig að þessi fjórðungur er svona, þessi mynd er ætlað svona að útskýra hvernig fjórðungurinn er með tilliti til tjóna. Og þarna sjáum við að við erum að meta þessa lækkun tjónatíðni sem út af þessum samdrætti í samfélaginu eins og leyti og upp á 6,6%. Við erum með tjón stærri en 50 milljónir sem við skilgreinum sem svona stærri tjón. Við erum með brunatjón en það voru líka nokkur stærri tjón í öðrum flokkum eins og ábyrgðartryggingum og líka tengt ökutækjatryggingum og þau telja þarna 4,4% í þessum ársfjórðungi. Að sjálfsögðu er það okkar verkefni að standa við bakið á viðskiptunum sem lenda í slíkum stóru tjónum, þannig að þetta er ekki spurning það, heldur bara tilgreina hvernig tjónin koma niður á þessa flokka. Nú, matsþróunin er 1,7% þarna og það er alveg eðlilegt að það sé matsþróun 1–2%, 3% stundum á tímabilum því að það er þarna vaxtabreytingar og annað sem hafa áhrif á það, þannig að þetta er bara mjög góðum takt við okkar væntingar eftir þá vinnu sem við fórum í styrkingu tjónaskuldarinnar í fyrsta ársfjórðungi. Og þannig að við sjáum þarna svona innlenda starfsemin okkar með tjónshlutfall upp á 73,1%. Síðan tilgreinum við þetta sérstaklega hvaða áhrif erlendu endurtryggingarnar hafa og ástæðan fyrir því er að við, eins og við sögum áðan, erum búin að ákveða að draga okkur úr þessum geira en til þess að útskýra aftur hvað þetta er og þá eru þessar erlendu endurtryggingar sem sagt, þetta er ekki okkar endurtrygging á okkar sem sagt áhættu. Það er að segja ef það verður brunatjón þá endurtryggjum það, þetta er ekki það. Það er alveg óbreytt frá því sem verið hefur árið. Þarna er félagið að taka þátt í álíka áhættum eitthvað út í heimi. Og við höfum farið yfir þetta áður en mér langar samt aðeins að fjalla þetta í ljósi þeirra áhrifa sem þetta hefur á fjórðunginn. Við ákváðum að draga okkur úr þessum tegund af áhættu áramótin. Við töldum það einfaldlega ekki svona í samræmi við okkar áhættu vilja og þá arðsemi eiginfjár sem þetta bindur. Og ef það var einhvern tímann vafi að það var rétt ákvörðun fyrir þetta félag, þá held ég enginn sé í vafa það núna. En eins og ég sagði áðan, það er þannig að iðgjöldin að einhverju leyti dragast inn á árið og þó að svona fyrir félag eins og VÍS og félag önnur sem í svona einstaklings- og fyrirtækjarekstri, að þá svona að meðaltali hefur svona COVID ástand þar sem hægist á öllu jákvæð áhrif á slíka rekstur. Og þá er það þessi geiri þarna sem er að endurtryggja stórar áhættur, þá COVID ástandið hefur það í rauninni haft öfug áhrif á þann markað og óvissan þar hefur verið mikil og aðilar eru svona
smeykir hvað í gangi og sérstaklega fyrir áhættuna sem þeir eru með í bókunum hjá sér núna og framöndan. Og dæmi slíka atburði sem að hafa komið inn á þennan markað en alls ekki í okkar portfólíu sem við vorum með, en bara dæmi svona íventa sem einhvern veginn aðalega fannst bara útópískt að horfa til að það var einhverjir sem að datt í hug fyrir mörgum árum að taka svona cancellation tryggingu á Ólympíuleikana. Og þetta að detti núna og það hefði engum órað fyrir það að þetta myndi verða tryggingaratburður. Þannig að þessi markaður sem í þessum geira tryggingaheiminum í mikilli óvissu og þessi ársfjórðungur litaðist dálítið af því að markaðurinn að setja til hliðar fyrir einhverju sem við vitum ekki hver einhver ótilkynnt tjón. En það okkar trú að núna séum við komin á það stað að þetta muni ekki skila einhverjum neikvæðum niðurstöðu fyrir félagið góðum forvarp og við teljum að þetta tímabil sem núna búið að fara í þessum svona heimi og það sem hefur verið sett til hliðar tengt þessum áætluðu eða ótilkynntu tjónum eða áætlunum, það hafi verið komið fram á þessu ársfjórðungi. Við vitum ekki hvað gerist en við skynjum þessa óvissu og við sjáum það reflekterast inn á afkomun okkar í þessari grein en síðan verður tímanlega ljós hvernig það mun fara. En við rétt að árétta dálítið vel þennan part af starfseminni sem við höfum ákveðið að draga okkur úr. Afkoma fyrir skatta tilgreind hér og borið þarna saman við sama fjórðung í fyrra. Og við sjáum að skaðatryggingarnar eru neikvæðar borið saman á tímabili fyrra sem var mjög gott. Fjármálastarfsemin vegur það upp og það svona meginmunur felst í þessum erlendu endurnýjungum á þessum ársfjórðungi. Samsetta hlutfallið sjáum við hérna og þarna bara til þess að árétta það að þarna brotalínan þar sem við erum að reikna samsetta hlutfallið samkvæmt þessum nýju tilmælum FME. Við tekum þá tillit til þess að tæknilegu, hvað heitir þetta aftur, það sem við erum að færa vexti og gengismun úr samsetta hlutfallinu. Og brotalínan, þá höfum við endurreiknað samsetta hlutfallið fyrir tilheyrandi tímabil samkvæmt þessum tilmælum FME. En tilmæli tóku gildi núna áramótin en við erum búin að endurreikna það tilbaka. Og rekstrarkostnaðir sem kom inn áðan hefur verið í takt við okkar væntingar og í krónutölum sem sama og í fyrra. Við höfum verið að bregðast við þeim við náttúrulega erum miklum fjárfestingum með okkar kerfum og annað og innviðum. Það tímabil sem að gengur yfir og þegar við erum í svona fjárfestingum og erum að vinna úr þeim og svo erum við að fara að sjá árangur af því og það hluti af þessum kostnaðum í þessum fjórðungi tengist uppsögnum þar sem við sögum upp 5% starfsmanna og einskiptiskostnaður það í kringum rúmlega 50 milljónir. Og þetta sem sjá við þróun fjórðunguna og kannski lítið það að segja sérstaklega. Efnahagsreikningurinn svona í rauninni hreyfingarnar þar eru í takt við svona seasonal breytingar. Hreyfingarnar, viðskiptaskuldir og annað hækka í takt við það hvernig þetta gerist almennt. Það borgaði upp af árs og svo gengur á það. Og það svona kannski lítið í þessu, það þó einhvern kannski sér í lagi styrkingin á vátryggingaskuldinni. Það bæði iðgjaldaskuldin vegna þess að iðgjöld eru greidd upp af árs mikið en ekki síður styrking tjónaskuldar. Og eiginfjárhlutfallið hefur lækkað þarna og komið þarna niður í 27%. Fjárfestingatekjurnar voru góðar á árinu og gengur vel og það í rauninni í öllum flokkum. Þetta var besti fjórðungur í tekjum og ávöxtun. Skráðu bréfin skila bestri afkomu en einnig önnur skuldabréf og ríkisbréf. Það helst önnur hlutabréf sem lækka vegna virðislækkunar í verðbréfum. Við erum að tilgreina þarna meðallíftíma skuldabréfasafnsins. Við höfum verið spurð það og við ákváðum að koma því hér á framfæri 4,2 ár og verðtryggingarhlutfallið einnig stefnir þarna 34%. Hreyfingarnar sjáum við þarna á neðri myndinni þar sem við erum að færa okkur handbæru fé og ríkisbréfum yfir í önnur skuldabréf, fyrirtækisskuldabréf og sértryggð skuldabréf.
og einnig hefur verið að auka aðeins í skráðum bréfum en það er einnig vegna virðishækkana á tímabilinu. Ávöxtun fjáreigna góð 4,4% voru sá 4,2% í fyrra. Fjárfestingareignirnar, fyrst að nefna að þær hafa að venjulega verið í kringum 34–35 milljarða en eru núna komnar 38 milljarða. Það var ekki greiddur út arður og eignirnar hafa verið að aukast að virði þannig að þessi tala hefur verið að hækka hjá okkur. Síðan sjáum við þetta hreyfingarnar þar sem við erum að draga hérna úr ríkisbréfunum og fara hreyfingarnar yfir í sértryggð skuldabréf sérstaklega. En þá er líka rétt að nefna að við erum þarna með 10 stærstu, við vorum með 8 stærstu og við höfum svona verið beðin að horfa til þess að birta fleiri á listanum og við erum komin þarna með 10 stærstu. Í eignum og eigið fé sjáum við þarna, við höfum verið að auka eins við okkur þar en líka er þetta virðishækkun og að sama skapi þar er að tilkoma 10 stærstu eignir á móti eigið fé. Gjaldþolshlutfallið er sterkt og eins og fram kom og fram hefur komið við höfum greiddum ekki arð á árinu. Gjaldþolið er sterkt. Gjaldþolið eykst vegna hagnaðar á fjármögnun en gjaldþolskrafan lækkar, markaðsáhætta lækkar vegna svona seasonal breytinga og vegna þessara symmetric adjustment sem er inni í útreikningum á markaðsáhættuna og markaðsáhættan hækkar segi vegna þessa en gjaldþolskrafan lækkar vegna árstíðabundinna sveiflna og líka vegna aðlögunar í útreikningi á tapsglitni frestara skatta. Gjaldþolið er sterkt 1,57 í lok fjórðungsins. Þessi mynd hefur þannig að lítið breyst. Við erum þarna með 59% hluthafa á lífeyrissjóðum. Greiðslur til hluthafa engin súla fyrir þetta ár en það er náttúrulega í ljósi aðstæðna sem upp að vera á markaði og við þekkjum öll þetta vel að það hefur ekki verið tími eða aðstæður til þess að greiða arð eða hefði endurkaup. Gjaldþolið er sterkt þannig að til staðar er styrkur félagsins til þess en eins og við höfum sagt og þið vitið og afstaða fjármálaeftirlitsins sem skýrir því að aðstæður til slíks tími er ekki til staðar núna. Við sendum frá okkur afkomuspá líka í gær. Við tókum hana gildi fyrri hluta ársins vegna aðstæðna en við höfum sett hana fram núna. Það er kannski tvennt sem langar sérstaklega að benda á í samanburði við fyrri afkomuspár félagsins. Núna erum við ekki með viðmiðið er tilhændi ár, það er síðan 2020 núna og áður vorum við að miða við að frávik frá því sem nemur meira en 10% þá myndum við tilkynna en við erum búin að testa það núna í 300 milljónum sem er svona svipuð tala og var til staðar þegar aðstæður voru eðlilegar. Þannig að ef að frávik frá væntum hagnaði ársins 2020 verður meira eða minna eða fráviki verður meira 300 milljónir og þá munum við tilkynna það. Síðan hitt að við erum að setja spána fram, ekki niður á fjórðunga, heldur horfum við til rauntalana, svo er spá út árið og svo erum við spá þarna næstu fjórðunga samtala sem er þá næstu 12 mánuðir. Og spáin fyrir þetta ár er 105,3% samsölu hlutfall og hagnaði fyrir skatta 164 milljónir og fyrir næstu 12 mánuði er að horfa til 97,3% samsölu hlutfall og hagnaði upp á 2,2 milljarða. Í lokin langar mig aðeins að fara yfir það sem við erum mjög spennt að fara að vinna með og teljum okkur vera í frumkvöðla starfsemi þar. En það er vöruþróun og tengt okkar svona stafrænu vegferð sem er ökuvísir, þar sem að okkar markmið er að okkar viðskiptavinir lendi sjaldnari tjónum. Hvað er þetta? Þetta er svo sem þekkt konsept erlendis þar sem að það er verið að tengja aksturslag, hversu mikið þú keyrir, hversu vel þú keyrir við iðgjöldin þín. Þannig að sannarlega er verið að fara þá leið að viðskiptavinir hafa áhrif á hvað þeir borga og það alltaf. Kveikjan af þessu verkefni og ég gerði aðeins umtalsvert á síðasta fjárfestakynningu var COVID. Þess að mörg tryggingafélög í heiminum endurgreiddu hluti iðgjalda vegna þess að það var lítil keyrt þarna í einhverjar vikur
Og við ræddum það þá og sögðum frá því að okkur langaði að horfa á þetta í stærra samhengi og til lengri tíma og hvernig við getum breytt þessu fyrir okkar viðskiptavini þannig að þetta virki alltaf. Og þetta er svona okkar leið í því að stuðla að því að þarna sé val viðskiptavina að vera að tengja rauninni aksturslag og hversu mikið keyra við tryggingarnar þannig að þeir hafi áhrif á það hvað þeir borga og breyti þá ekki hvort þetta er bíll númer 2. Það er út af COVID, það er vegna þess að einhver ákveður að hjóli vinna eða hvað það er. Þarna hefur áhrif á þín iðgjöld alltaf. Ástæðan fyrir því að við erum að fara fram með þetta núna því að þetta verður tilbúið fyrir lok árs sem val fyrir okkar viðskiptavini að við erum að fara að leitast eftir samstarfi við viðskiptavini til þess að vinna að endanlegri þróun á þessari vöru. Það hefur sýnt sig og við erum bara sannfærð það að allar svona vörur eru lítils virði ef að við fáum ekki viðskiptavini til að nota það og líkurnar á því að viðskiptavini sé ánægður með svona vörur að við fáum það á borðinu sem fyrst í ferlinu. Þannig að við erum núna að fá viðskiptavini til liðs við okkur til þess að þróa þessa vöru og þetta verður bylting á markaðnum og með þessu erum við að vinna því að bæta afkomuna í þessu mikilvægu tryggingagrein sem ökutækjatryggingar eru fyrir félag eins og VÍS þar sem iðgjöld helmingur tengdum þessum ökutækjatryggingum og við erum að vinna því að breyta því hvernig tryggingar virka. Verkefnalok eins og þarna stendur eru vænt í lok þess árs. Nú, blá lokin, það er búið að vera krefjandi ársfjórðungar. Fyrsta ársfjórðungurinn var dálítið litaður af því að við vorum að fara yfir vátryggingaskuldina og tjónaskuldina og styrkjum hana. Annar ársfjórðungur litaðist dálítið af þessum erlendu tryggingum en við erum að horfa til þess að það er jákvæð teikn á lofti og við settum frá okkur í gær að venju tölur fyrir síðustu mánuði, það er að segja júlímánuð og þar sjáum við að fjárfestingarnar voru að gefa 0,8% og þar með 4,8% það sem af er ári. Nú, það er búið að vera og við sjáum það í þessum mánuðum sem hafa verið að það eru færri tjón en það er aldrei ávísun eða öryggi fyrir því að það verði þannig alltaf en við erum að sjá tímabil þar sem að þetta er að gerast og það er svo sem fleiri að sjá það. Samstæðuhlutfallið í júlí var hagfellt 89,9 og enn og aftur það er engin ávísun á framhaldið en það er ákveðin svona indication. Við vorum að fækka stöðugildi í fjórðungnum. Við erum í miklum fjárfestingum eins og ég sagði áðan en við erum að sýna það í verki að það er á áhrif á okkar rekstur og orka núna tengt COVID er að vera til staðar fyrir viðskiptavini. Þetta er alveg áskorun og hún er ekkert að minnka óvissan sem er til staðar og hún á ekki síður eftir að telja við tengjast líka einstaklingum sem eru að margir að missa vinnu og annað þannig að við þurfum að vera til staðar fyrir okkar viðskiptavini lausnum sem henta þeim. Horfa til vátryggingaverndar og greiðsluúrræða ef þess þarf. Og ég sem tryggingastarfsfræðingur sjálfur þá er ég einkar ánægður að segja frá því að við erum að ráða inn reynslumikinn erlenda tryggingastarfsfræðing til okkar en Þórir sem hefur hjá félaginu til 11 ára og er tryggingastarfsfræðingurinn sagði starfi sínu lausu núna í sumar og við leituðum til erlends aðila. Þetta er aðili sem hefur rúmlega 20 ára reynslu, einkum sýrlega í Danmörku og einhver hló og sagði að þetta væri stórt skref í áttina að norræna módelinu að fá til okkur norræna tryggingastarfsfræðing en hann hefur starf hjá okkur 1. september og bindum mikla vonir við þá sýn og þá reynslu sem hann hefur inn í þennan rekstur. Og svo eins og sagði hann afkomið spáin þessi 12 mánaða gera ráð fyrir 97,3% samsettu hlutfalli. Og síðan erum við á fullu í okkar stafrænu vegferð og þetta er ekki bara til gamans. Þetta er vegna þess að gera gagn fyrir viðskiptavini, þetta á líka að bæta afkomu félagsins og að fjárfestingum í þessum lausnum skilir sér í lok dagsins til allra viðskiptavina, starfsfólks og hluthafa. Þannig að það eru spennandi tíma framundan. Þannig að með þessu langar mig að ljúka yfirferðinni og bjóða upp á spurningar ef þær eru. Í sal. Hér er fullur salur af fólki. Einhverjar spurningar sem þið hafið?
Elva, hérna, þetta er einkar góður hópur hérna og stilltur. Greinilega mjög ánægður með þessa yfirferð eða hvað, ég vil allavega taka það þannig. En það er ekki spurningar og með því þakka ég fyrir mig og óska ykkur góðs dags. Takk fyrir. Mig klappa, þannig að heyrist það að vera þetta.